hefur maður heitið? Hann var sauðamaður bóndans á Silfrunarstöðum í Norðurárdal. Silfrunarsstaðir eru þarna. Þið sjáið það reyndar ekki í augnablikinu. Rósanna! Skeljungur var mikill maður vexti, rammur að afli, grályndur í skapi og þótti illur viðureignar. Gætti hann sauðabóndans á Seljum þeim er Bessakot heita fram á dalnum. Það er einhvers staðar þarna. Katarína, Sævar og Gunnar, niður með símann! Og gekk síðla frá þeim á kvöldum. Þá voru haldnar á glímur á Eiríksstöðum undir Skjaldbreið og var mönnum boðið til glímunnar allt land. Lágúlfur og Siglufirði gekk til glímunnar. Þá Lágúlfur kom að sunnan, hittust þeir Skeljungur hann kom frá Sauðum á eyrunum fyrir sunnan Silfrunarsstaði. Það var síðla dags. Ég er sauðamaður á Silfrunarstöðum. Viltu glíma? Ekki málið. Við sauðamann á Silfrunarstöðum glímdi Lágúlfur og braut hans bein. Var Skeljungur vel sitt megin. Hver fjandinn er ég búinn að missa sauðamanninn minn? Guð hjálpi oss, var þetta djöfullinn sjálfur? Hver var þetta eiginlega? Hver fjandinn? Ekki blóta! Nú, ég þarf að finna annan fjanda sauðamann. Heyrðu, góði, hvað ég var alveg að blóta á mínu heimili? Helvítis fjandinn, djöfullinn, heyrðu? Ég hef heyrt að Skeljungur sé genginn aftur. Heldur það sé satt? Ég veit það ekki, vonandi ekki. Já, hann var sko nógu slæmur lifandi. Já, alveg satt. Þegar ég var ungur þurfti ég að vinna alla daga og að 25 sólarhring, klukkutíma sólarhringsins. Og ef ég segst undan því, hafði ég verið hittur með hríslu og þurfti að kissa höndin. Þegar ég var á þínum aldri, þá þurfti ég að vinna mig upp alla daga og ef ég myndi því... Hann er kominn! Hann er kominn! Hann er kominn hver? Jólasveinninn? Nei, Skeljungur, hann er kominn! Ég sá hann þarna. Það getur ekki verið og ef svo væri, þá hefur þú ekki átt við neinum erfiðan svo hann lætur þig vera. En hann er þarna! Já, farðu að vinna, letkinn! Þarna er eitthvað. Hérna. Jæja. Hann er steindu! Við erum að nota graf. Hjálpum mér.
Herðu, get ég kannski búið vinnu sem sauðamaður hjá mér? Ég veit það ekki. Var það ekki þinn sauðamaður sem að dó daginn og var svo hroðalega limlestur á draugi? Já, nei, hann sko datt hann í gjótu. Allt í lagi. Já, ok, ég tek það strákur. Velkomin í vinnu. Takk. Þér vinnu? Varst það ekki, þú sagðist að missa einn annan sauðamanninn? Nei, já, hann datt að hann var bara tróðinn á rollum. Já, tekur vinnunni þá? Já. Ok, velkomin í hópinn. Hei, sæll! Já, sæll. Ég frétti vantaði vinnumann. Já, það var svolítið ágætt að geta sagt yfir sauðfjörnu. Ég get það alveg, en hafa verið eitthvað vandræði. Já, það hafa verið 3 sauðmenn sem hafa verið limlestir og drepnir á draugi. Ég get nú alveg glímt við draugsa. Ok, þá ertu bara ráðinn. Velkomin í vinnu. Ég áfram bara að taka þér í grönt. Tígull. Rosalega er ég orðinn þreyttur. Hvað er þetta? Komdu með mér! Komdu með mér hana vingi! Ég fer aldrei með ósins! Hann bindur drauginn við stein.
brennir hann til ösku tekur síðan öskuna og kastar henni í silungaföll sem var skammt burtu þaðan. Sagan segir að allur silungur hafi þó drepist í hylnum askan kom í hann, en 2 silungar hafi orðið úr öskunni, báðir svartir að lit. Það sagt að annar þeirra hafi einhverju sinni verið veiddur. Var hann þó skorinn í sundur í marga hluti en skreið jafnóðum saman aftur. Jæja, trúið þið þessari sögu?